Kæra þakkir fyrir áhugaverð erindi. Þá komið að pallborðsumræðum og ég ætla að biðja gesti í panel að koma hér upp á svið. Það eru svo metnaðarfullir skipuleggjendur á þessum fundi að við ætlum að vera með 40 mínútur en við erum með 14 mínútur. Svo við förum bara tölum hratt og förum yfir allt þetta efni. En við ætlum að taka þetta málefni aðeins lengra og með okkur í pallborðinu hér í dag er Ólafur Sigurðsson, framkvæmdastjóri Birtu lífeyrissjóðs. Rafnar Lárusson, fjármálastjóri Landsvirkjunar, Sigurður Atli Jónsson, forstjóri Arctic Europe og formaður Orkuklassans, Signý Sif Sigurðardóttir sem er sjóðsstjóri Afl og Lárus Ólafsson, hann aðstoðarmaður umhverfis orku og loftslagsráðherra. Mér langar að byrja á þér, Ólafur, eftir þessa yfirferð af mörgum erindum. Hvernig horfið þið á þessi tækifæri og kannski líka bara hvað hefur ykkar sjóður verið að gera í orkutengdum verkefnum fram til þessa? Heyrist í mér það? Já, það ekki? Já, hvað? Mjög vel og við erum auðvitað búin að tala fyrir þessu núna í einhver 7 ár. Fjárfesta innviðum í kannski 15 ár og það er teljandi á annarri hendi hvað okkur hefur tekist til. HS Orka, HS Veitur og 3 skuldabréf á Landsvirkjun, Orkuveitur Reykjavíkur og Landsnet. Það hefur ekkert verið í boði. Við höfum hangið á húninum held ég bráðum í 10 ár að fá að fjárfesta innviðum og nú hefur Seðlabankinn stutt okkur í þeirri vegferð. Telur þetta sé skynsamlegt en svo okkur hefur alltaf fundist og bara takk fyrir frábæri erindi. Alveg geggjað eins og krakkarnir segja. Ég lofa að segja líka að það væri rosalegt stuð hérna fyrir vín minn. Já, búið að lofa semst að Ólafur myndi segja rosa merkilega hluti og verið skemmtilegast í pallborði. Þetta bara er alveg frábært. Þetta blasir við. Það er ekki að segja meir en búið að segja hér í dag. Nei. Rafnar, hvað segir þú? Hvernig lítur Landsvirkjun á aukna samkeppni á raforkumarkaði? Það er nú einfalt á. Sama hér heyrið ágætt í mér. Gott. Við vorum víraðir upp hérna sjálfur. Já, alveg svona fólk sem erum breytt tengdir. En það er nú kannski á meira við okkur sjálfa. En í svona síðustu 15 áruna svo þá hefur Landsvirkjun í raun verið að standa að aukningu á raforkuvinnslu í landinu. Það bæði var svona stjórnmálin svona aðeins fallvölt tíma en líka kannski að við vorum að raukaræða við okkar samkeppnisaðili orkuvinnslu þörfina á aukningu á raforkuvinnslu. Sum töldu að þyrfti ekki meira raforku, þetta væri nóg til fyrir orkuskiptin og hvaðana meira. Þannig á þessum tíma vorum við að hvetja aðra til að koma inn á markaðinn og hjálpa okkur. Af því að sannarlega ef enginn hefði komið inn að þá væri staðan í raforkumarkaðnum í dag munu verri en hún er. Þannig að það stöndum við og nú erum við að horfa til þess, eins og við færum erindum hérna áðan, að iðnaður Íslandi, þjónustugreinar, sjávarútvegurinn, ferðaþjónustan, stóriðjan hvað er, jafnvel heimilin okkar og fyrirtæki þurfa á raforku að halda. Þannig að staðan í raforkukerfinu í dag er þannig, við þurfum meira til og það getur ekki verið svo að á næstu 15 árum að Landsvirkjun verði ein af því að byggja. Það þurfa fleiri aðilar að koma inn. Sérðu einhverja sérstaka galla við það að einkafjárfestar komi inn á þennan markað? Þvert öfugt, þeir sáu til dæmis erindið áðan frá Danmörku að þetta eru fjárfestingartækifæri fyrir fagaðila, sérstaklega þolmótt fjármagn, að koma inn í þennan geira því þarna eru tækifærin og endalaust þörf á raforku og hvað þá endalega. Lárus, það hefur verið rætt í ykkar ráðuneyti að það er íta svona hindrunum í burtu og tryggja aukna orkusöfnun. Svona hvernig horfið þið á þetta og hvernig ætlið að fara að því að svona gera þetta allt svona straumlínulagara? En áttur klassísk spurning, já það er kveikt á þessu hjá mér núna og byrja að segja að því að hún illa svikinn, það var búið lofar á þeirra og þið sitja uppi með aðstofamann. Þú getur sagt miklu meira það ekki? En ég held að bara mjög áhvert að hlusta á þessi erindi í dag og svo ég svari líka já, ég er að taka niður glósur fyrir á þeirra og það er nóg ábendingu að hafa komið inn fram. En það sem er nokkuð skýrt hjá þessari ríkisstjórn hefur verið í þetta árið er það að ríðibustur hindrunum í orkumálum. Við fórum strax að stað, Hvammsvirkjunarfrumvarpið á sínum tíma, skilvirkni frumvarp, við erum nýbúin að leggja fram frumvarp þar sem við munum auka skilvirkni í orkuöflun og leyfisveitingum og stjórnsýslu og við tókum líka eftir því að ég erindi frá Reykjavík 10 thermal að þegar fara að bera okkur saman við Eþíópíu var þetta tímaramma
og þurfum við kannski að gera okkur í brók og ég held að sé löngu vita að tímafrestir og tímalínan framkvæmda hér full löng. Við þurfum að einfalda leyfisveitingar, við þurfum að einfalda sjósýsluna, samræma, one-stop shop, samræma úrlausnar leiðir og slíkt án þess að þó að gefa einhvern afslátt. Og það nokkuð yfirlýst markmið ráðherra að skera niður í árumtalið hvað á að gera eða hversu lengi það tekur. Annað að við höfum kynnt breytingar á rammaáætlun og ráðherra hefur nokkuð verið skýr með það að það þarf að breyta rammaáætlun og ef að breytingarna dugi ekki þá þurfum við bara að endurskoða hvort að þetta sé rétta tækið eins og það er. Við höfum kynnt hér í frumvarpi orkuöflunarstefnu sem í fyrsta skipti í rauninni með síðan setningu raforkulaga að hér sé einhvers konar stefnumörkun orkuöflun. Þetta var í fyrri tíð, hér lögum raforkuver og annað eins, ég held að Kárahnjúkavirkjun og fleiri hafi verið svona síðustu dreggjar þess kerfis. Þannig að við að leggja okkar lóð á vogarskálarnar að reyna að hraða hérna framkvæmdum og efla innviði og þetta ekki bara raforku framleiðsla, þetta líka flutningskerfið og dreifikerfið. Við sjáum hérna sögulegt samkomulag, eða ekki sögulegt, bara tímafærs samkomulag fyrir norðan nýlega eflingu á Norðurlandi. Við sjáum líka það að það búið að skipa raflínunefnd vegna Holtavörulínu, þannig að það verið að gera það sem hægt að gera á þeim tíma sem að ríkisstjórnin hefur verið. Mjög gott. Yfir til þín Signý, svona kannski aðdragandinn að sjóðnum og þetta allt þessi dagskrá hér líklega konfekt í þín eyru. Getur þú sagt okkur aðeins bara frá, þú veist, líka eitthvað samstarfinu og aðdragandunum að þessu verkefni? Einmitt, þeir eru í mér. Já, ekki. Já, þetta náttúrulega bara búið að vera frábær dagur og ótrúlega margt áhugavert sem hefur komið fram og mann langar eiginlega bara til að endurtaka, sko, en ég veit ég verð að vera stuttur, en þú veist, þetta bara svo gott, svona góð svipmynd af stöðunni í dag. Þú veist, við erum búin að fá að heyra að stjórnvöld, og við vitum það er bara breytt umhverfi, stjórnvöld vilja efla fjárfestingu lífeyrissjóðanna í þessum verkefnum. Það gríðarleg þörf, þú veist, það tölurnar skiptir ekki einu sinni svo miklu máli þegar þær eru svo stórar og hérna svo sáum við bara hvernig þetta farsælega gert, hvernig þetta hefur gengið vel til dæmis í Danmörku, ótrúlega skemmtilegt og svo fengum við bara að sjá tækifærin, þú veist að við heyrum það líka stundum að það vantar tækifæri, það vantar ekki tækifæri, það eru fullt af tækifærum og það eru tækifæri í dag. Þannig að þetta bara einmitt tónlist í okkar eyru, þetta bara þess vegna erum við líka að þessu. Þess vegna eru Íslandssjóðir og í samstarfi við orkuklassan sem allir fer fyrir og í rauninni að frumkvæði orkuklassans og þá greinarinnar sjálfrar að stofna þennan sjóð. Þannig að þetta bara farvegur fyrir lífeyrissjóðina til að koma inn í þetta líka saman, öflugri saman og hérna með sérþekkingu í bara hverju rúmi, sérhæfða sjóðstjóra, faglegt og reynslu mikið fjárfestingaráð og svo með orkugeirann á bak við okkur sem eru þá til ráðgjafar og samvinnu. Þannig að ég held að vera alveg þetta dugir í bili. Já, Sigurður, hvernig því nú oft hent fram að einkafjármagnið gerir kröfu til arðsemi og sé svona óþólin móðara fjármagn, hvernig og opinbera sé betur til þess fallir að vera í slíkum framkvæmdum. Þið eru líklegast ekki sammála og hvernig horfið á kannski þessa tvær nálganir og líka aðeins bara hérna daginn í dag, svona hvernig tilfinningi maðan eftir þessi erindi. Já, takk fyrir það. Ég veit að við erum svolítið svona eftir áætlun, þannig að ég gerir það fyrir að ég fá bara að halda á mikrofónunum þessi fyrir. Ég ætla nú bara í fyrsta lagi að þakka ykkur alveg óbúslega vel fyrir þáttökuna hérna og við svona höfum þennan draum að reyna að ná orkuklassanum og orkugeiranum og þessum fyrirtækjum sem starfa innan hans og fjárfestum og lífeyrissjóðum saman og vorum að reyna að finna vettvang til þess. Og nú hérna, svo ég vitni Magnús á Reykjavík Geothermal, nú hérna bláa fólki og appelsín og gula fólki komið hérna saman og ég held að geti komið margt mjög út úr því. Arðsemiskröfur og þess að við getum sagt alveg haft sérfundum það, arðsemiskröfur og sérleyfi og samkeppnismarkaði og veginn meðal fjármagnskostnað og social discount rate og alls konar svona. Það eflaust mjög leiðilegu fundur en afskaplega mikilvægur enga síður. Ég held að bara til þess að svara samt stutt að það nóg pláss fyrir alla við borðið. Það nóg að tækifærum, það þörf á fjárfestingum.
það er langstærsti hluti markaðarins er á samkeppnismarkaði, þar sem allir eru bara að beita sömu aðferðunum við að meta fjárfestingarkosti. Á ákveðnum hlutum markaðarins er náttúrulega einokun og það er sérleyfi og arðsemin er eitthvað stýrt og eitthvað þess háttar, en líka þar eru verkefni þannig að þau gerast í skrefum og skrefin bera mismikla áhættu og mismikla ávöxtun og svo framvegis. Þannig að það er fullt af leiðum til þess að tengja saman þörfina fyrir fjármagnið, þarfir samfélagsins, hlutverk lífeyrissjóða, ávaxta lífeyri landsmanna, það er ekkert vandamál. Ég held að fjármálaráðherra það er bara orðað þetta ágætlega hérna fyrst í morgun þegar hann sagði sko hagsmunir þjóðarinnar og hagsmunir lífeyrissjóðana fara fullkomlega saman í þessu máli. Nákvæmlega. Ólafur, aðeins og 3 spurningar viðbót, hvernig sér þú ykkar sjóð og svona umfang ykkar sem kannski hlutfall af ykkar eignasafni í orkutengt verkefni? Svona svipað og bara hagkerfið. Þetta er þetta snar þáttur á hagkerfinu, þetta hefur ekki verið í boði í þeim skilningi þó að tækifærin séu til staðar og ég gerir ráð fyrir að það sé bara misjafnt á milli lífeyrissjóða. Sumir eru í hröðum vexti, aðrir hafa lokað og eru jafnvel að borga niður. Ég tók líka eftir því sem að Davíð sagði að við þyrftum að hafa einhverja áhyggjur af því að koma þessum sparnaði fyrir. Ég eiginlega engar áhyggjur af því. Lífeyrissjóðir eiga 16% af raunhagkerfinu, ríkið og borg eiga 30%. Þannig að það er alveg pláss fyrir uppbyggingu svona við hliðina á þessum risum sem er í eigu ríkisins og skammta sem er bara fína arðsemi. Ég sá hörður kvart undan í Landsnet taki of mikla arðsemi út úr starfseminni. Það er líka efni annan fund, það ekki? Já, mér sýndist arðsemi þar bara að vera undir eða sko yfir þeim kröfum sem við gerum til lífeyrisskuldbindinga, þannig að ég held að það sé bara tækifæri. Já, nefnitt. En Rafnar, þið bara ekki kannski skemmtilega spurningu, nú ætlaði Landsvirkjun að fjárfesta í sjóðnum í þessi afl en svo var ekki. Nei. Hefur kannski komað þess inn á hvernig þið horfa á það? Já, það er eins og þannig að við tókum meðal þátt í svona undirbúningi af þessu gegnum klasan og sáum fyrir okkur að fjárfesta í sjónum. Þannig við vorum svona að kanna það hjá okkur, hvernig þetta passa inn. Landsvirkjun hefur verið að fjárfesta gegnum tíðina í ýmsum verkefnum og kannski ekki mikið að því verið svona upp á borði. Þannig að við sjáum fyrir okkur þarna að þetta er frábær leið til þess að sameina þekkingu og fjármagn. Þessi síðan gerist að við eignumst jólavinn og sá jólavinnu heitir Samkeppniseftirlitið. Ég veit ekki hvort að Jóns og Köllum hafa alveg hugsað út í hann til enda, en hans gjafir eru þannig að þú vilt skipta milli jól og nýjárs. Það er á hreinu. Og það sem það gerist við þetta er að Landsvirkjun er í raun að keppa við stór alþjóðleg fyrirtæki stór iðnað. Hér heima á Íslandi seljum við lítil hluta á okkar vinnslu inn á svona millimarkað og fleiri aðlar selja nú hann, við erum ekki einokur á þeim markaði. En eftirlitið tekur stóran pensil og málar yfir þetta og segir að við séum vandamál á markaðnum. Og það gera það verkum að við þurfum í þessu máli sem öðrum að stíga til hliðar og láta þá aðra sjá að halda áfram. Og þar að leiðandi svona bökkum minnst út úr þeirri svona hugleikur hjá okkur en okkur langar að minnst það sem við getum að styðja áfram með þá faglegri ráðgjöf og öðru sem kemur að. Við getum ekki tekið átt í neitt stjórnun eða ákvörðunartöku, það tekið svo sem þessum jólavinn okkar og þar leiðandi kannski svona grunnurinn ákvörðunartöku okkur farin. En þið sjáu tækifæri til samstarfs við sjóðinn? Til framtíðar, menn það sem að við sjáum til er að það vantar peningin í kerfi, þannig ef að verkefni koma sem að passa okkur og líka innan þessa ramma sem jólavinnunum gefur okkur, að það var ákvörð að taka saman. Lára, segir spurning að lókum til þín, hvernig lítur ráðherra og þið á það að lífeyrissjóðin sé að koma ekki fjármagn inn í orkutengda starfsemi og inn í framtakssjóð eins og þennan? Ég segi nú bara að þið séð ræðuna sem að ráðherra búin að skrifa, eldræðuna, þá hefði það nú blásið ykkur byrji brjóst, þannig að við ráðherra og stjórnendur mjög áhugasöm fjárfestingar í kerfinu og við lítum bara það á okkar hlutverk, við erum, hvað sem það er orkumál, loftslagsmál eða umhverfismál, þá munum stjórnvöld ekki leysa vandamálin. Vandamálin verða leyst á markaðnum. Það er stjórnvöld að þá að skapa ákveðin fyrirsjáleika í regluverki og skapa regluverk þar sem er hægt að byggja upp traust, því að þetta eru langtíma fjárfestingar. Það er ekki verið fjárfestið skamms tíma. Það er þolinmót fjármagn og
við lítum bara á það mjög jákvæðum augum að hér sé þá vilji til að fjárfesta og við sjáum það svo sem líka í þessar stefnumörkun stjórnvalda í atvinnustefnu, nýtt stöðugildi verkefnastjóra stórfjárfestinga og þetta felur allt í sig ákveðna skuldbindingu það að við viljum horfa til lengri tíma og við viljum fá öfluga fjárfesta inn. Róbert, við erum að renna út á tíma en mér langar að gefa ykkur kannski lokaorðið Signý og Sigurður Atli bara næstu skref, nú búið að segja að þessi fundur sé upphafa spennandi vegferð. Hvað tekur þið núna? Horfið á hvort annað? Ég taka þetta. Já, það átt sér stað svona samtöl og kynningar og það mikill hugur í aðildarfélögum orkuklassans að hvetja og hvetja til þessa samstarfs og allstaðar þar sem við komum og þið heyrum nú orð orkuráðherra og aðstofumars hans hér og fjármálaráðherrans áðan að hvatningin hún klárlega til staðar. Orkufyrirtækin sjálf og ég legg nú áherslu á það að við erum auðvitað með orkuframleiðendur og við erum með flutningsaðila og dreifingaraðila en við erum líka með fullt af öðrum fyrirtækjum innan klasan sem starfa í allri virðiskeðjunni og það fullt af tækifærum og allt vinnur þetta saman. Meiri framleiðsla krefst meiri þjónustu, meira viðhalds, það þarf uppfæra tækni og það sem var okkur alveg sérstaklega hugleikið og hefur verið í orkuklassanum fólkið og sem sagt endur nýjunin á okkar sérþekkingu og sérhæfingu í endur nýjulegur orku. Íslendingar standa þar mjög framalega og hafa gert það, ekki síst í jarðhitanum og þar hefur náttúrulega bara frábærum árangur. Ég veit ekki hvort það margir sem gera sér grein fyrir því en Ísland hefur í gegnum samstarfsverkefni í dag að spara kolefnislosun í Kína til dæmis sem tvöfalt á við samfélagslosun Íslands. Þannig að fótspor okkar mjög stórt og það ekki bara á Íslandi. Þannig að ég held að okkar samstarfsaðilar hjá Íslandsbanka og Íslandssjóðum séu bara að fara taka síðustu skrefin með lífeyrissjóðunum og við bara bíðum spennt eftir að geta tekið höndum saman verkefnin á næsta ári. Ég veit ekki Signý hvort að þú vilt ekki vel og hæfa þú. Ég bara segi við erum á fulla vinnu í þessu og við höldum því áfram. Þú veist, samtalinu við fjárfesta og að skoða tækifærin. Þannig að þið bara heyri frá okkur og ekki hika við heldur að heyri okkur. Flott. Svarið símanum þegar Signý hringir. Það svona lokaorðin. Við langar að þakka ykkur öllum kærlega fyrir að taka þátt í þessum umræðum. Þið voru undirbúið svo mikið af spurningum og svörum og ég vona að salurinn grípi ykkur eftir og ég þakka ykkur öllum hér í salnum kærlega fyrir að vera með okkur hér á þessum fundi. Takk fyrir.